Góðan daginn, það miðvikudagur og ég ekkert búinn að vídeoblogga síðan föstudaginn seinasta. Ég búinn að vera fárveikur, ég bara búinn að vera hrikalega slappur, búinn að vera með beinverki, hita og hálsbólgu og eitthvað vesen. Ég basically búinn að vera hérna upp í sófa og horfa á sjónvarpið síðan á síðan á sunnudaginn. Og já, ég ætlaði bara svona að láta ykkur vita að það allt í lagi með mig. Ég mun upplóta næsta vídeói þegar ég orðinn aðeins hressari. Ég get alveg lofað ykkur því að það ekkert merkilegt að gerast núna þessa daga. Í nótt þá gafst ég upp á því að sofa upp í rúmi. En til dæmis í nótt þá svaf ég í sófanum. Bara ég vildi ekki vekja, Anna ennþá inn í herbergi hjá okkur og ég vildi ekki vekja Anitu út af því að hún að fara að vinna. Og ég var að drepast í hálsinum. Ég var svo bólginn, sigur megin og mér leið eins og hálsinum var að springa og ég gat ekki verið kjörur og ég var alltaf að hósta og ég vildi ekki vekja þau, þannig ég sofnaði í sófanum. Svo kemur Anita núna í morgun og vekur mig og ég er rennandi blautur. Þannig ég svitnaði svo óbáslega í nótt og ég veit bara ekki, ég hef aldrei fengið svona, ég bara veit ekki hvað er að gerast. En allavega, það allt í lagi, ég mun að upplóta næst þegar ég er ferskur, hvort að það verður á morgun eða hinn kemur í ljós. Ég ætla bara að halda áfram að slaka á og drekka te og reyna að ná raddböndunum aðeins í lag, bólgunum. Hvað heitir þetta? Allavega, ég ætlaði bara að segja hæ og ég ætla að kveðja núna, bara takk æðislega fyrir áhorfið, takk fyrir að senda mér skilaboð á snappinu og tekka hvort það sé ekki í lagi með mig. Bara vonandi tekur þetta ekki langan tíma, þetta tímabil. Bara takk æðislega fyrir áhorfið, Mundu, þú ert frábær, þú getur gert allt sem þú vilt. Njótu lífsins, sjáumst vonandi bara sem fyrst. Bye bye.